Komið sælir og blessaðir, kæru hrútar. Hrúturinn minn góði, hér eru spil fyrir þig. Spilið heitir Regnboga blessun. Hérna er fallegur regnbogi fyrir utan gluggaðinn. Það er blessun í gangi í lífið þínu og þær geta verið margar og af ýmsum toga og þú þarft í raun og veru ekki annað en að líta út gluggann, svo að segja, til að sjá þær. Blessanir geta verið eins og kraftaverk, bæði smáar og stórar. Það að eiga þak yfir höfuðið, hlýtt og gott húsnæði, heimili sem veitir þér öryggi og vernd, getur verið mikil blessun. Að vera í skjóli fyrir veðri og vindum er mikil blessun líka. Og náttúran sjálf er náttúrulega einhvers konar kraftaverk og blessun í sjálfu sér fyrir okkur öll. Fjölskylda skiptir þig miklu máli, kæri hrútur, og þú getur fengið mikinn stuðning og mikla ást og kærleika frá fjölskyldu og vinum hér og það er verið að minna þig á að taka því ekki sem gefnum hlut, heldur vera meðvitaður að þakka fyrir allt það góða sem að er á milli þín og annara í lífið þínu. Það er verndarengill líka sem er að minna á sig, sem er að láta vita af því að þú ert ekki einn, kæri hrútur. Það er verið að vaka yfir þér, fylgjast með þér. Og ef þú ert að velta fyrir þér einhverjum ákvörðunum eða einhverju sem að þarf að gera og þú ert ekki viss, þá er bara að gera að snúa sér að verndarenglinu þínum, tala við hann eins og myndi bara tala við vininn og biðja hann ráðleggingar eða biðja hann aðstoð. Það er alltaf sagt þessa verndarengla að það þarf að biðja þá, því að oftast mega þeir ekki stíga inn og grípa í taumana nema að þeir séu beðnir það. Við höfum öll frjálsan vilja og stýrum lífi okkar samkvæmt því. Kannski hefurðu upplifað einhvern tímann að finna sterkt fyrir þessari vernd þegar þú hefur jafnvel verið í einhvers konar hættu. Því að hérna á spilinu er svona svolítið beljandi stórfljót þar sem að þau eru að fara yfir og sem að er ekki endilega hættulaust. Hvað sem það er, kæri hrútur, þá er þessi spil einhvers konar áminning til þín allt það góða sem þú hefur. Og ábendingum, eins og ég sagði áðan, að vera þakklátur. Ég er að draga lokaspil fyrir þig, kæri hrútur, úr stokki sem ég kalla alltaf bara já og nei og allt á milli. Og 2 spil duttu skoppuðu fram á borðið hjá mér. Ef þú ert með einhverja spurningu þá gæti þetta verið svona í áttina að einhverju svari, en ekki taka þetta of alvarlega. Hér svarið er óljóst, spurðu aftur. Ok, þá er ágætt að spilin voru 2, því að svo er pottþétt já. Þá er þetta komið fyrir þig, kæri hrútur. Ég óska þess bara að þið gangi vel, framundan, ljós og kærleikur.